velkomin á fyrsta örnámskeiðið málþroska ungra barna hjá Tröppu. Og ég heiti Tinna Sigurðardóttir og talmeinafræðingur og hef starfað hjá Tröppu síðan 2015. Trappa einkafyrirtæki sem veitir þjónustu í gegnum netið. Og við höfum svolítið sérhæft okkur í talmeinaþjónustu. Með mér starfar Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur og Ása Birna Einarsdóttir sem ekki hér í dag og Anna Lísa sem hérna líka stödd. Þannig að okkur fer fjölgandi sem erum að vinna hérna. Og ástæðan fyrir því að mér langaði að halda svona námskeið, þetta var í rauninni bara svona hugmynd, já, hvernig væri bara prófa að auglýsa örnámskeið málþroska og bara sjá hvað gerist og sjá hverju myndi mæta og hverjir hafa áhuga á þessu og af hverju. Og við erum núna loksins að verða stækkandi stétt talmeinafræðingar og það svona okkar ábyrgð að fræða þennan þátt í þroska barna. Og þar vil bara ég alls ekki vera neinn eftirbátur og þetta svo mikilvægt málefni og mér svona kært. En síðan langar mér líka að segja eitthvað frá því, ef ég missi ekki minnið hérna, það svo stór stund, að Bryndís hefur starfað hérna síðan 2015 líka, ekki satt. Hún kemur úr spítalageiranum meðan ég var kannski meira búin að vera svona að vinna í leikskólum og ég ætlaði að bjóða henni að segja aðeins frá sér og svona sínu sjónarhorni líka. Gerðu svo vel, Bryndís. Ég heiti Bryndís. Þú að halda á þessu bara. Ja. Ég heiti Bryndís Guðmundsdóttir og ég talmeinafræðingur. Ég útskrifast frá Reading Háskóla í Bretlandi og fór svo eftir útskrift að vinna á Landspítalanum. Þar sem ég sinnti mikið til fólki með málstól og svo þróaðist það út í að sinna börnum með kyngingarörðuleika einnig, fæðinntökuvanda og börnum sem eru fædd með klofinn góm og vör. Þannig ég sinnti rauninni hlutverk talmeinafræðinga á spítalanum að sinna öllum sem koma inn á spítalan sem þurfa á okkar þjónustu að halda. Ég starfaði þar 10 ár, rúmlega 10,5 ár, þannig að þá var komin tíminn til að breyta og ég alveg kúfendi. Ég fór af spítalum úr mikið klínísku umhverfi yfir í tölvufyrirtæki og vinn mikið með börnum hér og ég hef helst verið að vinna með krökkum í grunnskóla frá 1. upp í 10. bekk. Auk þess að starfa með fullorðnum sem hafa fengið málstól eða fólki sem hafa fengið heila áföll af einhverjum öðrum toga, svo sem heila skaða, en sinni jafnframt börnum líka á leikskólaaldri. Takk. Já, nú man ég hvað ég ætlaði að segja. Má ég sjá, festu þetta hérna aðeins í mig. Já, það sem að mér langaði að segja svona kannski aðeins frá mínum bakgrunni. Ég kláraði íslensku í háskólanum og svo var þetta nám auglýst í talmeinafræðinni og þá svona sá ég að það myndi henta mér vel svona með við mínar aðstæður þá. Þetta var ekki eitthvað sem ég hafði ætlað mér alltaf að gera. Og ég var svona búin að vera að læra svolítið málþroska barna og skrifaði BA-ritgerðina mína máltöku barna, hvernig börn læra að spyrja spurninga, ef þið hafið áhuga að lesa það. Og meistarritgerðin mín var stöðlun málþroskaprófs, en það náttúrulega eitthvað sem okkur hefur ekki vantað, almennileg mæltæki. En það sem ég hugsaði líka í náminu, af því það var náttúrulega mikil umræða biðlista og hvernig þetta væri nú ekki nóg gott og enginn kemst að þá hugsaði ég að það væri gaman að geta verið bara með nokkurs konar svona göngudeild, þar sem fólk gæti bara komið og fengið svör við sínum spurningum. Og það náttúrulega kannski ekki alveg orðið að veruleika, en við erum samt kannski aðeins byrjuð að stíga þetta skref. Okkur langar að bjóða þannig þjónustu að fólk geti hringt eða bara mætt eða bara panta tíma, en þurfi ekki að fara og vera á einhverjum biðlista í mörg ár, eins og svolítið umræðin hefur verið. En það nú samt að breytast og við finnum alveg að koma fleiri úrræði á markaðinn, talmeinafræðingar, þannig að þetta alls ekki slæmt. En það sem ég langaði að tala núna málþroski ungra barna frá bara fæðingu í rauninni og mér langaði svona segja ykkur allt sem ég veit, tala bara hvað þetta hvað málþroski, hvað eiginlega verið að tala þegar verið að tala málþroska og tengsl máls og læsis og ég hérna með efnisyfirlit, við skulum sjá hvort mér tekst að fara eftir því. Svo langaði mér svona aðeins að fjalla dæmigerðan málþroska, hvernig hann lýsir sér, þá fyrst kannski upp í 2 ára og síðan 3 til 5 ára.
fara aðeins yfir góða leiði til málarunar og örstutt tengsl málþroska og læsis. Þið megi endilega spyrja á meðan á þessu stendur. Ef ykkur dettur eitthvað í hug eða skiljið ekki eitthvað eða ég fyrir á hratt yfir sögu, það geti mjög vel átt sér stað. Svo vona ég við getum líka spjallað þegar við erum búin að ef þið hafið eitthvað fleira sem ykkur langar að ræða, við getum gert það og það er líka alls ýmis efni hérna, málurunarefni hér sem að við getum sýnt ykkur eða skoðað með ykkur þið getið skoðað. Þannig að bara endilega reynið að fá sem mest út úr þessu og við reynum öll að fá sem mest út úr því að vera hérna saman. Já, og það er verið að senda þetta út á Facebook Live sem er alveg svakalegt mál. Við skulum vonandi einhver að horfa og vonandi fær viðkomandi eitthvað út úr því. En ég skal hætta að bladra núna og fara að tala upphaf málþroska. En málþroski hann hefst í rauninni á fósturstigi af því að við vitum að heyrnin kemur mjög frekar snemma þegar barnið er ennþá fóstur og það lærir að þekkja rödd móður sinna, það hefur verið rannsakað. Og það sem að gera þetta svona mikilvægt, bara kannski aðeins að tæpa því núna í upphafi, okkur þetta er mikilvægt að hlúa að málþroskanum, það er vegna þess að hann hefur fylgni við ýmsar aðrar breytur í lífinu, til dæmis námsárangur og bara hvernig fólki reiðir af. Og hérna, ég vil nú samt ekki vera eitthvað of dramatísk, ég meina svona staðreyndir ýta stundum undir fordóma og það viljum við heldur ekki, en það er bara svo mikilvægt að við séum öll meðvituð það. Þú veist, þetta er mikilvægt, ekki síður en hvað annar þroski. Og kannski aðeins áður en ég fer að tala málþroska, þá langar mig að tala bara hvað það er sem að einkennir tungumál. Og svona þetta fræðilega, svona, ég ætla ekki að vera mjög fræðileg, en svona kannski bara aðeins að tæpa á því að það eru alls konar kenningar tungumál og kannski það sem að ég lærði mest var þetta form, innihald og notkun. Hún var mjög lengi að búa til þessa mynd. En sem sagt, þegar við erum að tala form tungumála, þá er það setningafræði, til dæmis, það er svona bara flókin málfræði, þú veist, allskyns tegundir af setningum og allskyns flókin orðaröð sem að getur átt sér stað. Beygingafræði, það eru þetta bara föllin sem að við höfum. Við erum alltaf að fallbeygja, íslenska er náttúrulega mjög mikið beygingamál og svo hljóðkerfisfræði og það eru alls konar flóknar reglur þar að baki, ekki bara sambandi við framburð, heldur bara hvernig sum orð breytast hreinlega hljóðin í þeim. Þú veist, eins og Egill og Agli, þetta væri hljóðkerfisregla. Innihald málsins, það er þá í rauninni bara orðaforðin og hvað allt þýðir. Átta sig á því að sum orð geta haft mismunandi merkingu eins og orðið mál eða orðið á, getur haft marga mismunandi merkingu eða þá að öfugt, ég var að hugsa dæmi þetta í gær, en maður þau náttúrulega alls ekki núna, en þetta er svona mjög góð heilaleikfimi. Að geta raðað, átta sig á að hlutirnir gerist í ákveðinni röð og geta svona skilið það. Og síðan þetta félagslega, hvernig við notum málið. Nota málið til þess að vera kurteis eða sýna hlýju, það er ekki bara hvaða orð við notum, heldur hvernig við segjum þau. Og vera svona félagslega viðeigandi. En þetta er sjálfsögðu bara ein kenning mál og hvernig við getum skilið mál og ég mæli með ritgerð Önnu Stefaníu á skemmunni og ég mæli bara með því að þið séu sérstaklega fagfólk að duglega skoða skemmuna núna því að það er að koma mikið af ritgerðum frá útskrifuðum talmeinafræðingum. Mér langar aðeins að tala meira þessar breytur sem að hafa fylgni við málþroska og hafa áhrif á málþroska, til dæmis fátækt og svona álag í félagsumhverfi, veikindi og svo auðvitað aðrar þroskaraskanir. Þetta er mynd sem er bara tekin úr einhverju amerískri skýrslu. Það sem er talað hérna risk factors, þannig að þegar það eru miklir áhættu þættir sem að gætu það verið kannski einstætt foreldri, fátækt, ekki há laun, útlendingur jafnvel, félagslegir örðugleikar, að þá er barnið líklegra til þess að vera með lægri tölu og ég er ekki að segja útlendingur af því það er fordóma fullt heldur vegna þess að sumar skýrslur ákveðna hópa sýna að þessi hópur er tekjulægri en annar hópur. Þannig að það er bara þetta sem ég vil benda ykkur á. Svo núna langar mig, ég fer kannski alveg veð yfir, ég ætla að sýna ykkur 3 myndbönd sem að sýna unga börn og við ætlum bara aðeins að skoða svona fyrstu tjáningu unga barna. Og skulum bara sjá hvort að þetta vill spilast. Hvað gerðist? Babies this young are extremely responsive. Já, þetta er fyrst
tilraun sem heitir Still Face Experiment og fjallar það hvað rosalega mikilvægt að sýna og nota andlit og vera í samskiptum við lítil börn. Byrjum þar. Emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. This baby starts pointing at different places in the world and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, "Come on, why aren't we doing this?" Even in this 2 minutes when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Ok, fannst ykkur þetta ekki áhugavert? Og það þetta með málið, að þetta svo mikið samskipti, þú veist, og þarna þetta barnið með alls konar leiði til þess að tjá, þú veist, kann að sýna hvað, kann að klappa, þetta náttúrulega orðið alveg 1 árs gamalt barn, klappa og benda og gera allt sem það kann til að fá athygli, en ekkert gerist og þá veldur það svo miklu stressi hjá barninu. En þetta gæti alveg verið að sjá það sem eru veikindi á heimilum, að þetta getur átt sér stað og manni finnst bara smá erfitt að horfa á þetta, sko. En við ætlum nú ekki að horfa svona erfitt myndband aftur, en þetta tilraun sem búið að gera held í margoft og þú veist, við vitum þetta bara, að ef að barnið fær ekki viðbrögð við sínum máli, sama á hvaða stigi það að þá veldur það vanlíðan. Og núna koma 2 svona hjalmyndbönd, það mjög fyndið bara að fara á YouTube og bara skoða bara þetta, því að þetta nú ætlum ég bara að sýna ykkur svona alveg þessi frumstig málþroskans þegar barnið fætt og búið að fá ákveðið ílag, þannig að börnin einhvern veginn fætt til þess að læra að tala, en við veitum samt að þau læra ekki að tala nema þau heyri málið. Þannig að nú ætlum ég að sýna ykkur bara börn sem eru að byrja að hjala og líka svolítið fyndið stundum að skoða hvernig foreldrar bregðast við. Hlustiði hvaða málhljóð þið heyrið. Nota röddina rosalega mikið.
Það er bara á fullu í samskiptum og að nota röddina sína. Og nú kemur þriðja. Þá koma meiri málhljóð. Einmitt, allir bregðast við. Vá. I love you. Þau eru að spegla allt sem þau heyra. That was a definite hello, wasn't it? Hello. Barack Obama. Who am I? Who am I? Papa. Clever girl. Þau gera þetta mjög mikið. Svona upp á 4 mánaða þá byrjar þetta. Bara svona endurtaka. Hello. 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 Mom. Mom. Þau vill nú láta gera eitthvað við sig. Já, ég láti þetta duga hérna af Hjalli, en þið getið skemmt ykkur yfir þessu. Fannst ykkur gaman að sjá þetta? Þetta er eins hjá öllum börnum, það er ótrúlegt. Þau fara öll í gegnum þetta ef allt er eins það á að vera. Hvernig get ég nú farið í stækka þetta? Já, hérna. Þetta vill ekki stækka hjá mér aftur. Veit ekki af hverju. Ok, er þetta lítið að stórt hjá ykkur? FL? Nei. Skil ekki alveg. Okkur er þetta. Já. Tæknum var hlaut að koma eitthvað eitt tæknilegt vandamál. Nei. Ok. Þá veit ég. Ég kann það. En er þetta... Niðri vinstra megin? Já, þessi hérna, já. Já, þannig er þetta. Þeir eru mikið alveg með þetta á hreinu, sko. Einmitt, þannig að ég var komin hérna. Hérna er þetta allt sem kom fram svolítið í þessum vídeóum. Náttúrulega gráturinn er fyrsta svona tjáningin að láta vita að maður þurfi vant eitthvað. Og svo röddin og byrja að hjala og þessi hljóðastrengir, ba 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 ba. Og allir, og svo líka viðbröðin, þú veist, hjá fullorðna fólkinu. Hann sagði halló, hann var að segja halló. Barnið er þetta bara að segja sem það getur sagt. Eða myndað, þetta eru alltaf orð. En ég langar að benda ykkur á Lubbabókina af því að í þeirri bók þá sjáu þið í hvaða röð íslensk börn læra hljóðin eða svona í hvaða röð þau byrja að mynda þau og það er alveg byggt strax á þessu hjali. Þannig að samskiptin er svo rosalega mikilvægt að barnið fái tilbaka þegar það byrjar þetta gú kaka og það er líka þetta motherese, mæðramál, það sem að við tölum svona já, mamma og förum líka að skrúum okkur upp í einhvern sérstakann tón þegar við tölum við barnið. Ég ætla að tala aðeins núna þróun dæmigers málþroska 0 til 2 ára. Er einhver sem er á börn á þessum aldri? Já, einmitt, frábært. Það er rosalega gaman að fylgjast með þessum skeiði hjá barninu. Það er svo margt að byrja og fyrstu orðin kannski ofta koma svona upp úr 12 mánaða og jafnvel fyrr eða seinna. Það er alveg langur tíma sem barnin getur verið farið að segja orðin.
Og það svona ýmislegt, það að benda og toga eins og við sáum á vídeóinu, að benda og það svo mikið snýst að barnið sé að sýna sameinaða athygli, að það vilji að þú sjáir það sem það sér. Þetta alveg rosalega mikilvægt að þetta komi fram hjá barnum. Síðan kannski fer það smátt og smátt að tengja saman 2 orð og þetta einhvern veginn bara að gerast, þú veist, maður einhvern veginn ekki einu svona að pæla í því og þetta bara eitthvað undur. Og við getum séð hérna, ég ætla að sýna ykkur það eftir, var hérna verið aftan, nei, ok, já, samt að kemur eftir, svona algengstu orðin á þessum aldri. Það búið rannsaka alveg eitthvað barnamál, íslenskt barnamál og það hægt að sjá að þau eru mjög snemma farin að nota ákveðina málfræði atriði og það líka svona ein breyta, hvernig við mælum málþroska, hvort það sé langt komin eða stutt komin, það hvernig setningarnar eru og hvort að barnið sé að nota ákveðin málfræðatriði og hvort að það sé að nota ákveðin mörg orð í setningum. Þannig að það svolítið góður mælikvarði á það hvernig barninu gengur. Og þegar við erum að gera málþroskamat, ég var nú aðeins að koma inn á það, bara þannig að þið þekkið það aðeins þetta ferli. En það sem verið að skoða hjá þessum litlu börnum, þegar eru áhyggjur af málþroska, þá kannski fyrst orðaforði. Og við vitum það að ef barn segir færri en 50 orð við 2 ára aldur, þá getum við skilgreint það sem að það sé seint til máls. Það getur náð sér upp, en sum eru áfram seint til máls. Þannig að þarna strax 2 ára, þá getum við svolítið farið að sjá og taka þá, gera ráðstafanir. Það líka verið að skoða skilning, skilur barnið það sem sagt við það, og það líka verið að skoða samskiptin. Biður barnið aðstoð með orðum eða það vælið, það toga og benda, það mynda gott augnsamband. Við skoðum alla þessa þætti líka þegar við viljum sjá hvort að málþroski sé dæmigerður. Það aðeins skoðað í 2,5 skoðun og 4 skoðun í heilsugæslunni og þau börn eiga að fara til heyrnar- og talmeinastöðvar eða kemur eitthvað frávik í ljós. Og svo eru leikskólar sumir og sveitarfélög með á sínum snærum talmeinafræðingar sem eru þá að koma í leikskólana og meta. Já, og hér ég sem nokkur dæmi það sem væri þá ódæmigert fyrir þennan aldur, en það þá til dæmis þetta sem ég var að benda ykkur á með 50 orðin sem ansi svona, hvað ég segja, stabíll mælikvarði. Þú veist, þetta alveg svolítið, segir manni svolítið margt ef það ekki mikið að gerast við 2 ára aldur. Og þau eru svona oftar kannski óanæðri og hegða sér illa því þetta bara mikið álag fyrir þau oft til dæmis bara að vera í leikskólanum og taka þátt í því þar sem eru alls konar kröfur og þau ná ekkert utan það og það getur komið fram í mjög erfiðri hegðun. Og það sem mikilvægt að hafa í huga fyrir þennan hóp, það auðvitað að kenna þeim orð og vera svona duglega að sýna þeim og nefna og láta þau nefna. Lesa saman bækur, það aldrei of snemmt að byrja á því að skoða myndir, bara þó að maður sé ekki nema að skoða bækurnar og benda á myndirnar og segja hvað endurtaka alltaf síðan það sem barnið að segja og nota frumkvæði þess, bara eins og þið sáu þannig þegar litlu börnin að kúa og eitthvað, þá eru allir bara, já, hann sagði þetta. Þú veist, þetta maður ekki endilega að hætta, þú veist, þá maður kannski viðbröðum ekki ýkt, en alltaf þegar barnið kemur og segir eitthvað í einn frumkvæði, jafnvel þó að sé ekki alveg skiljanlegt eða óskýrt, að þá lætur maður alltaf eins og maður hafi skilið og svarar barninu þannig og reynir að finna út úr hvað barnið að meina. Síðan mjög mikilvægt að tala það sem verið að gera hverju sinni, þannig að barnið sé bara stöðugt að heyra og læra þannig ný orð. Og það líka mjög mikilvægt að kröfurnar séu í samhengi við og samræmi við aldur, af því að mér finnst ég heyri alltaf oft bara við pínulítil börn sem eru valla farin að tala. Þú veist, hvað segir maður þá? Þú veist, ég meina, einsás, skilurðu, hann veit það ekkert endilega. Þannig að svo mikilvægt að við séum góða fyrirmyndir og séum að gera kröfur í samhengi, þú veist, og séum þá frekar góðar fyrirmyndir. Það mjög mikilvægt. Og þetta með kröfunar mér svolítið hugleiki núna og ég held að við þurfum öll aðeins svona, og væri gaman að þið myndu hugsa það með mér, hvað ykkur finnst það. Og þetta spyrjum mikið, það finnst mér líka að heyra alveg jafnvel niður í þennan aldur. Þú veist, hvað ertu gömul og hvað áttu heima og alls konar hlutir sem að sumbörn eru bara ekki komið með á hreint. Og það ekkert endilega að hjálpa að spyrja eitthvað mikið út í þetta. Og það oft betra hjá svona litlum börnum að bara aðeins að bíða og sjá hvort þau komi með eitthvað
frumkvæði sjálf að því að segja eitthvað og líka þá bara segja eitthvað við þau, þú veist, ég sé að þú ert að borða ís eða eitthvað. Vegna þess að svona spurningar að geta virka svona stressandi. Sérstaklega barni ekki alveg komið með þessa hluti á hreint, sko. Og þetta að vera að biðja börn að segðu kisa, ég er talmeinafræðingur og bara fólk alveg bara fer á hliðina stundum ef ég er nálægt og bara, já, ætlar ekki að segja það, svo varst að segja í gær, varst að segja það kisa í gær, ætlar ekki að segja kisa og barni bara, verður alveg mjút. Þannig að, þú veist, maður þarf að líka bara hugsa eins og hvernig maður væri sjálfur. Þú veist, vill maður eitthvað sjálfur láta spyrja sig ókunnuga mannesku. Ég segi svona. Mér langar að fara í gegnum gott og vont samtal við lítið barn sem er mjög óskýrt og bara, þetta getur líka verið erfitt. Þú veist, málþroskinn er komin á stað og barnið er stöðugt að segja eitthvað og enginn skilur það. Þetta er náttúrulega mjög mikið, getur verið erfitt þegar að foreldrar eru að flýta sér og svona. Það skilja ekki alveg hvað það er. En hérna var foreldri sem var að skoða myndir í símanum með barninu sínu. Og F þýðir fullorðinn og B þýðir barn. Fullorðinn segir hérna er að skoða, hver er þetta? Og barnið kemur alltaf með sama frasan, Jói afmæli í dag. Og pappinn segir umorðar og endurtekur rétt, Jói á afmæli í dag. Jói að halda upp á afmæli sitt í dag, alveg fullkomið. Alveg við bara talmeinafræðingarnir fá bara svona gæsa, þetta er svo alveg eftir bókinni. Svo segir barnið eitthvað, maður skilur ekki, og þá segir pappinn, voruð þið að leika ykkur í púðunum? Af því það var örugglega mynd á því. Og barnið segir aftur eitthvað sem ekki skilst. Hann er að hoppa, sagði pappinn. Og þetta var alveg rosalega flott. Svona viljum við sjá samtöl. Við erum ekki að stoppa, hvað sagðirðu? Heldur við reynum að gefa barninu svona sjálfstraust að það sé eitthvað að marka það sem það segir. Það hjálpar. Svo er hérna hitt samtalið. Og barnið er kallað Jón hérna. Hvað er þetta, Jón? Hvað ætlar að byggja? 2 spurningar í röð. Ekki gott. Barnið segir turn. Foreldri, turn! Barnið segir eitthvað. Hvað sagðirðu? Barnið segir eitthvað. Og barnið segir síðan, búið þetta. Ok, búa þetta til, já. Hvað ætlar að búa til? Samt er barnið búið að segjast fyrir að gera turn. Þetta er svona dæmi erfitt samtal sem maður ekki að hjálpa. En þetta eru bara raunveruleg dæmi. Mér er gaman að sýna ykkur þetta því að aðferðina sem við erum að leggja áherslu á, að þú veist, gefa smá tíma og umorða, svara eins og barnið hafi verið að segja eitthvað, þær virka. Hérna er bara svona ganni að því að Jóhanna Einarsdóttir kendi mér nú og er mikið gúrú, doktor í stami, meira að segja, en hún er búin að rannsaka mikið málsýni og Anna-Lísa er einmitt að klára að skrifa hjá henni núna. Og málsýni geta gefið okkur svo miklar upplýsingar, gaman að pæla eins í þeim. Og líka bara fyrir ykkur sem er að vinna með börn, prófa að skrifa niður setninga barna yfir tímabil, ef þið viljið sjá svona hvað er að gerast og skoða svolítið svona eins og til dæmis málfræðiatriði, eins og þarna þetta eru bara 2-3 ára börn, bara lítil. Við sjáum að þau eru að nota smáorð eins og til dæmis ekki og bara, neitun, þau eru að segja ekki, þau eru að nota sagnorð, sagði, með þess að í þátíð og og þau eru að nota persónuförnöfn eins og hann og ég og samtengingar, að og. Og bara svona til að segja ykkur að samtengingar eru mjög mikilvægar þegar maður er að skoða málsýni af því þá getur maður séð hvort að barnið er að nota flóknar tegundir af setningum. Ég fór í bæinn og síðan fór ég þangað og síðan, skiljið, þetta hefur áhrif á, þetta sýnir okkur svolítið hvað það er að segja. Nú ætla ég að hækka mig aldur og fara hérna í 3-5 ára. Allt sem ég sagði áður, það gildir ennþá, en þetta bætist við. Það er áfram mikilvægt að sýna barninu einlægan áhuga þegar það er að tala við þig. Og þessi hérna, hann er alveg bannaður. Já, já, skiljið. Þannig að ég veit að ég á sjálf börn, þú veist, ég veit alveg að þetta er að gerast í uppeldi og víðar. Og við þurfum bara aðeins að passa þetta. Af því að samskipti á alltaf að vera bara hérna. Við þurfum að horfa í augun og líka bara við fullorðna, þú veist, ekki bara við börnin. Það er áfram mikilvægt að spjalla og svona spurningar eru leyfilegar, en ég mæli með því að spyrja svona afmarkað efni. Ekki til dæmis, hvað gerir þú helgina? Þú veist, og barnið bara, einmitt,
hvað gerir ég helgina, ég veit ekki eins og hvað þetta þýðir, helgin, hvað það eitthvað. Þú veist, börn eru með allt annað svona tímaskyn en við. Og það gott til dæmis ef það verið svona að skoða þetta, að þá séu bara fólk með upplýsingar hvað barnið var að gera og segja, já ég frétti þú hefði farið í húsdýragarðinn og sástu lömb. Þið viti, við þurfum að hjálpa þeim aðeins að svona fókusera á hvað þau geta talað Og áfram þetta með tíman mikilvægt, ef þið eru með barni, þú veist ekki að því sumir fara bara í þetta, bara spyrja endalaust, bara hvað ertu gömul, Og þetta bara mikið fyrir suma og þá bara betra að bíða eins og þangað til að barnið kannski segir, spendir á eitthvað eða veitir einhver athygli og grípa þá það og tala það. Það áfram mikilvægt að barnið fái tækifæri til þess að auka við orðaforða sinn og bæta við sína reynslu með því til dæmis að fara og skoða staði og sýna því Mér finnst stundum að þessi tækifæri sé ekki jöfn hjá öllum, bara það að fara í húsdýragarðinn eða fara niður í bæ eða fara og bara gera eitthvað saman. Það er mikilvægt til þess að búa til ný tækifæri og hafa eitthvað nýtt að tala Það áfram mjög mikilvægt að lesa og það svona mikilvægt að velja bækur við hæfi og það allt í lagi að lesa aftur og aftur sömu bækurnar. Það mjög góð tummalputta regla að bækur séu kannski með mikið af myndum fyrst og litlum texta og svo fer þetta svona, þið vitið, breytist þetta eftir því sem börnin eldast, að textin verður smátt og smátt aðeins meiri og færri myndir. Og með þennan aldur allt í lagi að halda áfram að lesa saman bækur með mikið af myndum, af því þeim finnst það yfirleitt mjög skemmtilegt. Svo ég skoða myndir og segja, þetta á ég allt eftir að fara betur í, þetta að spila. En svo þetta líka bara með félagslega reglur, að heilsa og kveðja, þakka fyrir sig, forðast óþolinmæði og pirring og síma. Þið vitið hvað ég á við. Það ekki annars. Ef að samskiptin gangi ekki vel, þá verður maður samt bara reyna að skilja hvað barnið á við og ekki láta símana vera fyrir samskiptunum. Á þessum aldri þegar verið að skoða málþroska þá kannski verið meira að leggja fyrir próf sem eru þá að kanna ákveðna þætti og þessir þættir eru þá tengdir þessu formi málsins sem ég talaði áðan, form, innihald og eitthvað sem ég man ekki. Það til dæmis verið að skoða hvernig barnið skilur og hvernig það gengur að tjá sig og málfræðina og framburð. Ég ætla nú ekkert að tala neitt sérstaklega hann núna en auðvitað það alveg sér á parti og svo hljóðkerfisvitund. Og eins og áður þá þessi þættir skoðaðir hjá HTÍ, hjá sveitarfélögunum eða hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingum. Eru einhverjar spurningar? Er ég að fara allt og hratt yfir sögu? Það bara allir í stuði. Það kannski því miður oftar sem það á þessum aldri sem að koma fram að málþroski sé kannski seinkaður þó að merkin hafi komið fyrir fram. Af því það einhvern veginn, kannski fólk ekki alveg með á nótunum hvað eðlilegt og þau eru svo lítil og eitthvað. Allavega finnst mér það svona, nema þá sé kannski eitthvað annað að líka, skiljið. Það einhver annar þroskahömlun eða eitthvað á seiði. Það sem að getur verið dæmi að málþroski sé seinkaður og ódæmagerður, það getur verið það að sé erfitt að skilja barnið, annarkvort bara einhvern veginn að setningarnar virðast einhvern veginn skrýtnar eða barnið svona talar í kringum hlutina og erfitt með að muna orð. Setningar eru svona einfaldar og stundum orðaröðin einhvern veginn ekki eins og við erum vön. Skilur ekki fyrirmæli eða spurningar og svarar ekki í samhengi. Getur verið að eigi fáa vini. Getur líka verið svo sem að stjórna leiknum að því ég ætla sko ekki að láta neitt fatta hvað ég lost hérna. Og svona óánægt, hegðun getur verið erfið, það að fá einhver köst eða á erfitt með svona einhverja breytingar. Það alveg svona mörg einkenni sem að skarast í ýmislegt annað sem við þekkjum eins og einhverfu eða athyglisbrest eða eitthvað þessu líkt. Það getur alveg átt sér stað. Mér finnst ég oft hafa séð mikla málþroskaröskun sem greind sem eitthvað sem að fleiri þekkja eitthvað til skiljiði mig, eins og einhverfa. Barni og kannski erfitt að ná sambandi við barni, bara hvað það vill. Og það getur verið bæði barni sem að svona heldur sér til hlés og bara alltaf stillt og les bara, já, ok, það allir að fara hérna, ég ætla að gera það líka. Eða barni sem að alveg út allt. Kannisti við týpuna? En þetta barn sem kannski það segir, þekkjar að segja eitthvað og svo hættir það?
Það getur náttúrulega verið mikil seinkun, en það getur náttúrulega verið ýmislegt. Þegar verið alltaf svona stopp í þroska, það geta verið margar ástæður. En það getur verið að málþroski sé bara mjög sé bara seinkar. Við sjáum þetta líka, það fer eitthvað af stað, svo virðist ekkert gerast í einhver tíma. Þannig að fólk hugsa mjög oft einhverfa, en það þarf ekki að vera. Það getur verið líka bara eitthvað mikið álag hjá barninu eða veikindi, það þarf bara að skoða ýmislegt. Já, kannski svona aðeins ódæmigerðan og seinkan málþroska. Það er þetta sem mitt orðaforði stækkar hægt, það virðist fara eitthvað af stað upp úr eins árs og síðan ekki neitt. Næri einhvern veginn ekki að gera sér skiljanlegt. Samskipti við önnur börn gangi ekki vel, styttri setningar, við sjáum fleiri villur hjá þessum hópi en það er eðlilegt, auðvitað eðlilegt að segja að gera einhverja villur. Og eru svona kannski, erfitt að vera í hópum og leikskóli bara getur verið mjög krefjandi, fyrir þessa krakka. Það getur verið heilmikið mál. Og hér eru algengustu orðin 3–4 ára samkvæmt henni Jóhönnu Einars og þá eru aðeins svona, það sem bættist við var lýsingarorð, litla, þarna í algengustu orðinum. Reyndar er þetta ekki mörg dæmi sem er verið að vinna úr, en þetta er bara svona gaman aðeins að skoða ef maður hefur áhuga á því og það er bara alveg, þau eru bara mjög flink hana. Hérna, já, ég var aðeins búin að tala um þetta, við erum að nota próf fyrir þennan hóp. Ríl og orðaskil eru reyndar fyrir yngri börn og það eru svona listar sem foreldrar fylla út. En þetta eru sem sagt ef að þið vinnið í þessum geira eða eru eitthvað að pæla í þessu, þetta eru þá prófin sem við erum helst að nota í dag. Og ef að niðurstöður benda til þess að barn þurfa að fara í talþjálfun, þá þarf að fá tilvísun frá heimilislækni og það þarf að senda tilvísunina til talmeinafræðings sem að síðan sendir hann til sjúkratrygginga. Svo ég fari nú yfir þetta dásamlega ferli. En það sem er gott núna er að börn fá ókeypis talþjálfun. Það er ekki lengur neitt foreldragjald. Sveitarfélögin náttúrulega borga þau oft, láta gera. En það er líka hægt að fá beiðni frá sjúkratryggingum, eða frá lækni og biðja að gera mat. Já. Ok, þá er ég komin hérna uppáhaldinu mínu, málörvun. Hvað er eiginlega málörvun sem allir er alltaf að tala um? Hvað er þetta eiginlega? Eru þið með einhverjar hugmyndir? Nei, allir alveg á gati. Nei, djók. En málörvun, það er auðvitað þetta að við erum að örva málið. Við viljum auka við mál barnsins. Við viljum auka orðaforðan og málskilningin og kenna ný orð. Vinna með málið á marga mismunandi hátt, leyfa barninu að æfa sig að segja frá og tala og það eru 1000 leiðir til að gera þetta. Og ég ætla að segja ykkur frá nokkrum sem eru svona í uppáhaldi hjá mér. Það eru 5 þumalputtareglur. Það er útvarpstal og sjálftal. Ég er auðvitað búin að tala um þetta eitthvað og þeir eru örugglega vitið þetta líka. Gefa fyrirmynd, gefa tón til íhugunar og endurtaka rétt það sem barnið segir. Og nú mun ég fjalla aðeins betur um þetta. Útvarpstal og sjálftal, þetta er eiginlega mjög líkt og ég get eiginlega ekki alveg greint á milli af því maður gerir þetta yfirleitt bæði í einu. Það er svona útvarpstal, það er að vera duglegur að segja, bara eins og maður sé að lýsa út í fótboltaleik, bara segja hvað er að gerast. Já, nú ert þú að klæða þig í sokkana og svo ætlar þú að fara í jakkann þinn og ég er að fá mér hérna vatnssopa og þú veist þannig að barnið er alltaf að heyra eitthvað sagt í samhengi við það sem er að gerast. Og hérna þið getur nú bara lesið þessi dæmi en maður er líka svona að bæta við það sem að barnið er að gera. Þú veist, nú ert að láta bílinn keyra, ég sé að bílinn er að keyra mjög langt. Maður er bara svona að reyna að segja eins mikið og maður getur aðstæðurnar. Sjálftal, það er svona að lýsa því sem maður sjálfur er að gera og ég gerði það nú er ég að fá mig vatn, þú veist, þetta er eiginlega, maður gerir þetta svolítið mikið saman. Og þetta eru bara mjög góðar leiðir til þess að kenna börnum ný orð og bara svona barnið fær líka sumbörn bara fá svona öryggi að vita bara hvað er á seyði. Þú veist, nú ert að fara á leikskólan og síðan bara svona, það getur verið góð regla bara svona fara eins yfir daginn hjá þessum börnum, þú veist, af því þau eru líka með þetta tímaskinn einhvern veginn ekki eins og við.
bara nú ert þú að fara í leikskólan og þá ferður þú úr úlpunni og ferður úr skónum og síðan kemur þess og tekur á móti þér og svo kemur pappa að sækja þig eða hvernig sem það er. Þannig að þetta getur líka bara verið góð leið til þess að bara vera í tengslu við barnið sitt og þetta snýst þetta líka allt það, að vera í góðum samskiptum. Gefa tóm til umhugsunar. Ég var aðeins að tala það áðan að þú veist, ef maður með barni, til dæmis bara í bíl eða eitthvað, þú veist, bara bíða hvort að barni segi eitthvað. Eða þegar þið eruð einhvers staðar saman, ekki vera alltaf að spyrja. Og það við þurfum líka að kenna þeim sko að, þú veist, þetta frumkvæði, þú veist, það er svo mikilvægt að þau læri það og við mögum ekki taka þau tækifæri af þeim með því að vera alltaf að spyrja. Þú veist, þau séu bara, já, bíða eftir að vera að spurða einhverju. Heldur að við séum þá að bíða eftir þeirra frumkvæði og spilum á það þegar það á sér stað. Já, svo er þetta að gefa fyrirmynd. Það er kannski eins og þetta, bara þið þekki þetta, þú veist, það er bara að vera að sýna hvað maður vill að barnið segi, þú veist. Ekki kannski segðu takk, en þú veist, maður myndi kannski segja takk. Takk fyrir, þá segum við takk. En er svona sjálfur kannski aðal, af því að barninu gæti þótt óþægilegt að vera sett í einhverja stöðu að vera aðal. Sumir eru bara þannig týpur. Þannig að þú veist, þá er maður mikið bara að nota svona augnsamband og hvetja svona með, þú veist, já, takk fyrir þetta, við erum ánægð með þetta. Og svo endurvarp í samtali sem er uppáhaldsleiðin mín, að það er að endurtaka það sem barnið segir og bæta við það í samtali. Og þetta sáum við mjög flott í þessu samtali sem ég var að sýna ykkur áðan. Þar sem pabbi var bara, já, hann er að hoppa. Þó hún skildi ekki hvað barnið var að segja. Eða barnið er kannski alltaf að segja það sama. Þess á afmælið eða þess á afmælið eða eitthvað. Það var alltaf að tala eins og maður skilji og sé alveg með á nótunum hvað barnið er að segja. Af því þannig fær barnið öryggi og lærir líka ný orð. Og ég hef oft tekið eftir því að ég var mjög dugleg mitt fyrst eftir ég útskrifast að gera málsýni. Og þá sá ég bara oft að ég sagði kannski eitthvað orð og barnið sagði bara þetta orð nokkru sekundur seinna. Þannig að þetta er rosalega mikilvægt að hafa þetta í huga. Og passa að maður sé nú ekki að segja mikið orðin sem að maður vill ekki að barnið læri. Og aðeins í þessu samhengi að þá er þetta mjög fín bók, ég því miður ekki með hana hérna. Hún heitir Snemmtæk íhlutun í málurum 2–3 ára barna og það er mjög mikið af listum í henni sem að hjálpa manni kannski ef maður vill aðeins skoða eitthvað hjá barni eða fá hugmyndir hvernig maður getur unnið með þennan aldurshóp og vildi bara benda ykkur á hana. Ok, þá er 10 mínútur, mál og læsi. Og þessi fyndna mynd sem mér fannst mjög fyndin. It's called reading, it's how people install new software into their brains. Þetta er hvernig maður setur nýjan hugbúnað í heilan á sér. En þetta er náttúrulega mikið verið rætt þetta undanfarið, mál og læsi og mér langar bara svona aðeins að fara svona mjög grunnt samt og einfalt í það hvað fólk er að meina með þessu, þú veist hvernig þetta tengist. Aðeins hin fræðilega glæran í þessum fyrirlestri, að þetta er mjög mikið rannsakað tengsl máls og læsis og það er búið að tengja málþroskavanda við lestrarvanda mögulega seinna meir. Það er líka búið að rannsaka málskilningur við 3 ára aldur hefur forspárgildi hvernig muni ganga seinna að lesa og læra. Það er búið að rannsaka það hérna á Íslandi líka að málþroski við 5 ára og svo námsárangur og samrænduprófum helst í hendur. Og þau börn sem að tala gera fleiri villur í barnamáli en svona við teljum eðlilegt að þau eiga líklegar við lestrarörðugleika stríða seinna. Og að læra að lesa er náttúrulega svolítið flókið mál. Það þarf að læra umskrá, það þýðir að einhver stafur þýðir eitthvað hljóð og það er ekki nóg að vita hvað stafirnir heita, heldur þarf að vita hvað þeir segja. Það er mikilvægast. Það þarf að skilja orðin sem að maður læri síðan að lesa og það þarf síðan að muna hvernig maður fer að þessu. Af því þetta er líka eitthvað svona minnistengt. Og það er náttúrulega mörg börn sem eru með málörðugleika, það er minnið sem er þeim erfitt, bara að muna orð og við sjáum þetta svo oft, bara tala einhvern veginn í kringum hlutina, ná einhvern veginn ekki í leiðin að orðunum er eitthvað flókin hjá þeim. Þannig að þetta er líka mjög erfitt þegar maður er að læra að lesa, því þetta er alveg svona læra stafina, læra hljóðin, já ok, hvernig þessi og þessi greina og í sundur líka sjónrænt, þetta getur verið mjög flókið. Þannig að það hvernig gengur að lesa,
það ekki bara það umskrá, heldur líka hvernig manni gengur að skilja það sem maður les. Meikar þetta eitthvað sens? Já, einmitt, þannig að ég var að segja þetta eiginlega. Og hérna grín, nei, ég sagði summarize, að taka saman bókina, hún búin að gera hérna sumarbók. Þetta svolítið fyndið, af því að, þetta náttúrulega ekkert grín, sko, en maður ræði í erfiðleikum með þetta. Þannig að ég ætla núna að tala bara hvernig maður getur verið svona gott lestrarforeldri. Á þess að maður sé að kenna börnum endilega að lesa þannig, ég ekki að segja að það þurfi, en það þarf svona, kannski samt það alveg hægt að undirbyggja þessa þætti með ýmsu móti. Og það mikil umræða að þetta sé alveg ómögulegt að kenna börnum svona mikið svona ungum og hvað þetta sé og þau bara fá að leika sér og allt þetta. Ég held samt að það sé bara mjög hollt fyrir alla að vera meðvitaður þetta og við erum þetta oftast þegar að verða að tala þetta að hugsa börnin sem í vanda. Því það ekki alveg nógu gott að þau séu bara að fá að leika sér, því miður. Og það bara svolítið mín skoðun. Að börn sem í vanda, eiga við þennan vanda að stríða, það þarf bara að hjálpa þeim sem fyrst. Og það sem að ég hef lesið mig til þetta að það mjög gott að hafa bækur sýnilegar í umhverfinu eða á heimilinu og að fólk sjáist umgangast bækur, þannig að já, mitt bækur snúa svona. Og svona, pappar víst mjög mikilvægir í þessu. Að sjá pappan að lesa, það mikilvægara heldur en að sjá mömmun að lesa. Skil það nú ekki. Þannig að pappar lesa mokkan eða eitthvað fyrir fram á börnin. Síðan þetta með hvað maður les og því miður mjög mikið til að leiðilegum barnabókum. Það verður bara að segjast. Allavega mín reynsla og ég var með 3 lítil leikskólabörn tíma og ég veit alveg hvernig þetta Og þannig að þetta virkar mjög vel. Og það sem gott við þessa bók, já og það sem bara mikilvægt við að bókin sé skemmtileg, það bara svo þú nennir að lesa hana. Af því annars ertu ekki að fara að gera þetta. Ef að þér finnst bókin leiðileg, þá þetta bara ekki að fara að gerast. Þannig að það mjög mikilvægt að maður sjálfur svona nenni þessu. Og finna eitthvað sem að maður getur sjálfur þolað, sko. En allavega, það sem gott við þessa bók að það alltaf sama handriti að eiga sér stað aftur og aftur. Það alltaf einu sinni var Kisa. Hún var lítil og svört, ok, við erum búin að læra þau 2 orð. Henni þótti góð mjólk, ok, við lærum það líka. Hún fekk enga mjólk, ok, hérna nýtt orð, engin. Þannig að það fullt af orðum sem gott að kunna og svo alltaf sama handritið. Og þau eru mjög fljót að læra þetta utan að og hvað heldur að hann hafi sagt? Nei, hann sagði nei. Og við getum líka lært hvað afleiðing og það hefur þegar einhver segir nei við mann. Svo maður verður leiður. Og mér finnst best þegar ég að lesa fyrir börn eða með börnum að tala ég mjög mikið myndirnar og dreg athyglina að þeim og sjáðu, hún sagði bara nei og labbaði í burtu og ég bæti einhverju svona við það sem stendur og spjalla svolítið það. Og mér finnst þessar bækur, þið kannist nú sjálfsagt við þessa seríu, það eru svona misjafnar, mér finnst þessar fyrstu bara alveg frábærar, bara einmitt út af þessu, það alltaf verið að endurtaka og það bara það sem við þurfum. Og þá lærum við líka svona, já, atburðarás og svona eru sögur. Og svo kemur einhver svona mikil breyting og þá verður endir og Kisan fékk loksins mjólk ósk sína uppfyllta. Og þess vegna tel ég líka bækur með mikið af myndum og litlum texta, því það líka bara fínt að vera bara þar í einhver tíma, ef maður nennir ekki að lesa mikið, því að maður getur alltaf að tala svo mikið myndirnar. Og þá ég líklega búin með þetta hérna. Já, og síðan svona fyrir eldri börnin, að þá allt í lagi bara að fara að spjalla stafina. Og bara á ákveðnum aldri þá fara þau líka sjálf að pæla mikið í þessu og hafa áhuga á þessu. Og þá getur maður kannski bent þeim á ef að þau einhvern staf að þarna, til dæmis nonni, hann á N eða eitthvað. Þá allt í lagi kannski bara svona spjalla það. Og þá mitt lubbi sniðugur þegar maður með þennan aldurshóp 3-5 ára að velta fyrir sér hljóðunum og hvað stafirni, hver á hvaða staf. Mér finnst það líka svolítið, mér finnst það skemmtilegt að maður læri það. En ég bara á tíma, því líkt. Þetta bara svona kannski eitthvað svona sem að þið getið hugsað sko, einhvað svona smá verkefni. Hvað gerir þú til að örva málþroska hjá barninu þínu eða hvað getur þú gert mögulega öðruvísi en þú ert að gera í dag? Ef einhver vill hugsa það og deila með okkur þá það bara mjög skemmtilegt. Annars getum við bara, opið fyrir spurningar og opið fyrir sérfræðiþekkingu.
og kaffi og ávextir. Annars er þessi fyrirlestur formlega, það er smá samantekt, oh my god. Aðalatrið, já, sem sagt, það sem þið eiga að kunna núna, að málþroski byrja mjög snemma og þarf strax að byrja örvan. Ef eitthvað virðist ódæmigert, þá þarf að leita eftir aðstoð. Málþroski hefur tengsl við lestrarferð og námssorgur síðar á ævinni. Það er hægt að vinna með málþroska marga mismunandi vegu og góð samskipti eru undirstaðan í að örva góðan málþroska. Og þá er þessu lokið. Jeps. Og söngutíma. Já. Hefur hann ekki með áhrif á mál? Jú, svo sannarlega. Því að þegar við syngjum þá erum við að vinna með svona annað form af máli sem er rím og vísur. Já. Og það hefur mjög mikið og gott gildi fyrir utan allt sem tónlistin gerir. Hún er nefndi ekki að tala hana, en það er einmitt mjög góð leið til málarunar. Mjög góður punktur. Foreldrar eru svolítið hrættir við það þegar sumir hverjir segja ég syng ekki vel. Og þá segir maður barninu er alveg sama hvort að þú syngi vel eða illa. Og eins ég kann ekkert svona smábarnalög. En þegar ég er alveg sama þó þú bara syngir